Góðan daginn og velkomin í CCQ-stundin. Með okkur hér Aðalheiður en hún verkefnastjóri gæðamála hjá Reykjanesbæ. Aðalheiður, velkomin. Takk fyrir. Reykjanesbær tók upp CCQ fyrir halva ár síðan og allir sem hefur þekkingu á gæðastjórnin veit að þetta klárast ekki á einum degi. Hversu langt þið komnar í dag? Já, við erum sem sagt búin að gefa út 11 ferla, misstóra á sjálfsögðu, en þetta ýmist verklagsreglur eða verklýsingar og bak við þessar ferla eru fleiri skjöl eins og gátlistar og leiðbeiningar. Svo í heildina erum við komið með yfir 100 skjöl inn í gæðahandbókina. Vá. En það bara misjafnt eftir deildum hversu langt þær eru komnar. En eins og ég veit að þegar það byrjað á einum ferli að þá verður til ákveðin kóngulóarvefur. Þannig að já, við byrjað á flestum deildum en ekki komið langt. Nei. En áður tóku CCQ upp, hvernig var gæðamálin hjá ykkur þá? Já, við vorum semst ekki með neitt gæðakerfi, en að sjálfsögðu voru til ferlar og gæðaskjöl, en þau voru bara geymd á drifum hér og þar í tölvukerfinu okkar, þannig voru ekki aðgengileg miðlægt. Og það einmitt var svona ákveðið vandamál aðgangsstýringin í skjölin og einmitt líka erfitt að fylgjast með því hvort þau voru í gildi eða ekki. Starfsfólk gat ekki verið vissu hvort að ákveðin ferill væri í gildi. Nei. Og voru starfsfólk að leita eftir þessa skjöl eða voru þau meira að minna að ekki horfa til skjölin sem voru til og... Já, jafnvel vissi ekki að voru til. Nei, einmitt. En þá var tekin ákveðnum að hefja innleiðingu við CCQ. Af hverju valdið CCQ? Já, það var semst búið að vera í umræðin í einhver tíma að taka upp gæðakerfi og vorum við búin að fá kynningar á nokkrum kerfum. En það sem okkur fannst jákvætt við CCQ hversu notendavænt það og auðvelt í notkun. Og líka þessar 7 einingar sem að geta fyllt kerfinu og tengingin þar á milli. Það þarf að tengja gæðaskjöl við til dæmis frágagreininguna eða eignastýringu. Ef við snúum þá okkur svona aðeins á undirbúningin áður og mann byrjaði að setja upp stillingar og svo framvís í kerfinu. Þú lagði ótrúlega stór vinna, veit ég, í sjálfa undirbúningin. Getur þú sagt maður frá því? Já, það var sem tekin ákvörðun að byrja á mannusferlunum. Það var svona verið að kalla eftir þeim helst. Við bara áttum fund með mannusdeildinni og byrjum á því að teikna upp ferlana þar og það var til ákveðin kóngulóarvefur og ákveðum út frá því hvar við ætlum að byrja og hvar þörfin lægi. Þannig að þið fengið góða yfirsýn hvernig mannusdeildin lítur út og svo var það tekið ákveðin að við ætlum að byrja á þessa ferla og svo var það farið af stað. Já. Og ef ég í dag ef ég að hitta nýja deild eða taka nýtt verkefni þá það alltaf eitthvað sem ég byrja á. Ég bið deildin að teikna upp ákveðna kóngulóarvef fyrir mig. En það var kerfi farið af stað og þú var með ákveðin leið hvernig þetta var innleitt hjá ykkur. Getur þú sagt maður frá því? Já, við ákveðum að taka innleiðinguna í litlum skrefum og ég var sem sagt með kynningu á starfsmannafundi hjá okkur í Ráðhúsinu og á kynningunni kynnti ég semst bara kerfið og var að segja frá því þessi vinna var að fara af stað. Og eftir fundinn þá bauð ég upp á köku og á kökunum var ég búin að láta prenta feril sem ég bjó til, svona ákveðin joke-feril sem tengdist öðru kerfi sem hún líka taka upp í mötuneytinu hjá okkur. Þannig við svona slóum 2 flugur í einu höggi, kynntum gæðakerfið og kerfið í mötuneytinu. Og eftir fundinn þá setti ég skjalið inn í gæðahandbókina og hakaði við að starfsfólk ætti að staðfesta lestur. Þannig að starfsfólk fékk tölvupóst þess efnis að það væri skjal sem þau þurftu að staðfesta lestur á. Og í kjölfarið efndi ég til keppni á milli sviða og það svið sem var fyrst til að fá allt sitt starfsfólk til að staðfesta lestur vann og í verðlaun voru kassar af æðibitum eða gæðibitum eins og ég kaus að kalla það. Og eftir þetta ég búin að vera með ýmsar útfærslur af svona keppnum, allt með það markmið að fá fólk til að kynnast kerfinu. Já, þannig að það fikk svona jákvæð áhorf með að því að fara inn í kerfinu og få tilfinning fyrir hvernig kerfi virkar. Brilliant. Að hafa þessa köku, að hafa þessa keppni, það náttúrulega algjört
beauty að byrja innleiðingin svona. En vitund eitthvað sem mann þarf alltaf að viðhalda. Hvernig það gert hjá ykkur? Já, við erum með workplace, þar sem við erum með ýmsa hópa og ég ákvað að búa til hóp fyrir gæðakerfið sem heitir bara gæðahandbók. Þar set ég oft inn ýmsa fróðleika og með einhverju upplýsingar sem ég þarf að koma til starfsmanna eins og ef það kemur út nýr ferill og mér finnst að starfsfólk þurfa að vita af því og það er kannski ekki endilega á póstlista með þetta skjal, þá set ég líka inn tilkynningu þar og eins og daginn þá var ný uppfærsla í kerfinu og það var smávegis breyting á útlitinu, stjarnan færðist hægra megin í staðan fyrir að vera vinstra megin og þá lét ég starfsfólk vita að nú finnið stjörnuna hægra megin og þetta hefur verið tekið vel í þetta. Líka hjálpar fólki að minna sig á gæðahandbókina. Bara vel gert. En svo kom COVID. Hvaða áhrif hafði þetta á innleiðinguna? Já, við vorum auðvitað bara í rauninni í innleiðingafasanum þegar COVID skellur á. Svo það hafði auðvitað áhrif á það og seinkaði svolítið innleiðingunni eða breytt henni líka svolítið. Hvernig breytti hún hvernig þá? Já, í staðinn fyrir að vera með kynningu í eigin persónu fyrir stjórnendur til dæmis og þá fór ég inn á Teams-fundi og var með kynningu á gæðakerfinu. Og þetta kannski líka seinkaði svolítið vinnunni við gerð skjala. Ég gat ekki hoppa inn á skrifstofu til næsta starfsmanns og spurt hvernig gengur. Ég þurfti að sendast tölvupósta eða bóka fund á Teams og það er aðeins seinkað okkur en hafði samt sem áður ekki það mikil áhrif. Þið náðu að halda innleiðinguna gangandi en bara þá á einhver öðruvísa hætti. Já, í rauninni bara vorum fljóta aðlagast tækninni og tókum bara nýtt verklag upp. Bara það náttúrulega stórt skrif að fá fólk að nota ný tækni. Það ekki allir sem tilbúin til það en þetta ljóma bara frábært. Hversu margir vinna í CCQ í dag? Já, við erum með 125 notendur skráðir en það auðvitað misjafnt eftir deildum hversu mikil virknin og það fer allt eftir hvaða skjöl eru komin inn. Þannig að já, notendur að bætast við hægt og rólega. En við búum náttúrulega okkur fyrir að við líkjum undir mismunandi kröfur og reglugerðir og ein af þeim persónuverndin. Hvernig búin að vinna persónuverndin og kemur CCQ þar inn eða hvernig vinnan gagnvart persónuverndin hjá ykkur? Vinnsluskrár eitthvað sem að persónuverndin þarf að vera með og við erum búin að vera með Excel-skjöl hingað til sem við hefur verið að vinna vinnsluskrárnar í en það hefur gengið svona brösulega. Þannig að við tókum ákvörðun að keyra vinnsluskrárnar, Excel-skjölin, inn í frávikagreininguna. Í CCQ? Inn í CCQ. Og það hefur gengið vel, við erum búin að pröfukeyra það að svara spurningum þar og það hefur gengið vel. Þannig að nú persónuverndarfulltrúin okkar í óðan að fá þá starfsmenn sem eiga að svara spurningunum til þess að byrja á því og þetta svona innleiðingarferði. Innleiðingarferði. Ef við horfum þá til framtíðarplanið að markmiðið með frávikagreininga, nú náttúrulega vinnsluna komin þá frá úr Excel inn í CCQ og kerfi býður náttúrulega líka upp að tengja hvar skjalið, skjalfest og með hvaða hugbúnaði eða verðmæti sem verið að nota. Hugsunin hjá ykkur þá að tengja þetta við eignarskrána og gæðahandbókina? Já, við erum með 19 spurningar tengdar hverju verkefni fyrir sig sem verið að svara og nú þegar erum við byrjar að tengja spurningar við gæðahandbókina og GDPR-reglugerðina. Við erum ekki byrjað á eignarstjórnin en það verður gaman þegar við getum gert það. En þetta hjálpar svarandanum mikið að átta sig á verkefninu. Með því að tengja inn í GDPR og gæðahandbók þá getur hann séð hversu ætlast til af honum. Já, hann smetlir sem sagt á stekkunaglir og fær kaplan fyrir reglugerðin upp og það hjálpar hann þá til að átta sig á hvað svarið rétt eða ekki. Frábært, glæsilegt. Mér geta gaman að heyra hvað eru komna langt miðað við hvað kerfið hefur verið stutt í notkun hjá ykkur. En hvað er það næsta skref hjá ykkur núna? Hvað býður næst? Það rauninni bara að halda áfram. Þetta rosa stórt verkefni og við erum komin í rauninni mjög stutt þótt við séum komin langt.
Við þurfum bara að halda áfram með allar deildir og klára að gera gæðaskjöl og persónuverndarfulltrúinn þarf að klára að innleiða frávikargreininguna. Frábært. Gangi ykkur sem allra best og takk kærlega fyrir að koma til okkur í dag og við þökkum ykkur sem búin að horfa og hlusta okkur fyrir að hlusta okkur í dag og við sjáumst vonandi fljótlega. Takk fyrir.